Þá ætlum við að rúlla okkur í fyrsta hlutan af 4. kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 2, en þessi kafli fjallar orku og afl. Í gegnum aldirnar þá var steinn til hogginn steinn eða múrsteinar aðal leiðin til þess að byggja hús, og oft voru menn að byggja úr tiltölulega litlum steinum sem var auðvelt að flytja, eins og Þingeyrarkirkja hérna í Húnavatnssýslu. En stundum var verið að nota miklu stærri steina, og í mörgum tilfellum hefur verið mjög erfitt að flytja þessa steina, og ef að menn höfðu ekki góð skil á eðlisfræði þá var það nánast vonlaust. Til þess að létta sér þessa vinnu þá notuðu menn það sem við köllum einfaldar vélar. Einfaldar vélar eru hlutir eins og til dæmis járnkall eða vogarstöng. Hérna sjáum við teikningu af manni að lyfta einhverju þungu með vogarstöng. Ef við tökum fjarlægðina hér, segjum að hún sé til dæmis 20 cm og restin af járnkallinu séu 2 metrar, þá er járnkallin hérna megin 10 sinnum lengri heldur en það sem er hérna undir, og af því að fjarlægðin hérna er 10 sinnum lengri og maður ítir á endan hérna, þá þarf maður að íta með 10 sinnum minni krafti heldur en þarf til þess að lyfta þessu upp, því krafturinn margfaldast upp, en vegalengdin sem þetta færist er 10 sinnum minni heldur en vegalengdin hér. Þannig að hlutfallið helst. Vegasalt er annað dæmi vogarstöng. Við köllum þetta vogarás, punktinn sem að vegasaltið eða járnkallin eða vogarstöngin snýst Annað dæmi einfalda vél er til dæmis trissa, eða eins og ég lærði það blökk, eins og við sjáum hér. Með því að tengja 2 trissur saman þá getum við búið til talíu, og talíur geta verið þannig að við tókum bandið 2-falt lengra heldur en talían lyftist upp og þá getum við líka lyft 2-falt þyngra. Ef við gerum þetta þannig að við tókum 3-falt lengra heldur en talían lyftist þá getum við lyft 3-falt þyngra og svo framvegis. Skáborð og skrúfa eru önnur dæmi einfaldar vélar. En það sem ég er búin að vera svona hinta að er að með því að lengja vegalengdina sem við hreyfum þá margföldum við kraftinn og getum lyft þyngra, og það er þessi gullna regla aflfræðinnar, það sem vinnst í krafti tapast í vegalengd. Það er að segja, með því að geta lyft þyngra þá þurfa að færa eitthvað lengra. Þegar á að flytja stóra steina, eins og ég talaði áðan, til dæmis í Skálholti er stór steinkista niður í kjallaranum í kirkjunni, og í þessari kistu liggur biskup, en þessi kista kemur úr Vörðufellinu sem er stórt fjall hinum megin við Hvítana. Og hvernig skildu menn hafa farið að því að drösla risastórum steini yfir á og yfir mýrar sem eru þarna á milli? Jú, það var tiltölulega einfalt, þeir gerðu þetta vetri til, notuðu sem sagt ísinn á ánni og mýrónum til þess að flytja þetta, en þeir þurftu samt að nýta sér einfaldar vélar til þess að koma þessu alla leið. En einfaldar vélar þær breyta stærð og stefnu þeirra krafta sem notar eru vinna. Við sáum járnkallin áðan, þá notum við kraft á einum stað og færum hann yfir annan, og út af mismunandi lengdum þá margfaldast hann upp. Bara með því, ef við horfum á þennan veg hér, hann er dæmi skáborð, ef að vegurinn myndi liggja bara beint hérna upp, þá er hann mjög brattur, og í raun svo brattur að flestir bílar ætti erfiðleikum með að keyra upp. En með því að gera veginn svona, þá verður hallinn minni, og með því að hafa minni halla þá þarf minni kraft til þess að yfirvinna og koma, hvort sem við erum að rúlla steini hérna upp eða keyra bíl, þá er auðveldar að gera það svona þótt að sé miklu lengra heldur en að fara beint upp. Og þá erum við aftur komin, með því að lengja vegalengdina þá minkum við kraftin sem þarf í hverja færslu, en það tekur bara lengri tíma. Eðlisfræðilega vinna er hvað þarf að lyfta hlutum hátt upp. Hérna sjáum við kubba sem er annars vegar niðri og svo aftur komnir upp. Vegalengdin sem að þarf að lyfta þeim, eins og í þessu tilfelli sem er nú ekki há, en þetta hefði geta verið stóri steinar sem ætti að lyfta upp á húsþak, og massin á kubbunum, það er það sem að ræður því hver vinnan er í raun mikið. Þegar við erum að draga eitthvað, við ætlum að íta þessum kubbum til hliðar, það er ekki eðlisfræðileg vinna,
nema þeir séu dregnir eftir einhverju sem að skapar viðnám eða núning, og þá þurfum við að yfirvinna núningskraftin. Vinna er reiknuð á tiltölu einfaldan hátt, sem sagt krafturinn sem þarf, sem er þá þyngdarkrafturinn sem að verkar á kubbana þegar þeir eru hérna niðri, sinnum vegalengdin alla leið upp. Þannig að þetta er í raun þyngd þeirra í newtonum sinnum vegalengdin, og þá fáum við newtonmetra eða einingu sem við köllum júl. 1 newtonmetri er 1 júl. Þegar við lyftum stein upp, eins og hérna komið stein upp á þetta handrið, þá er framkvæmt vinna eins og ég hef verið að tala um. Sú vinna safnast upp í stöðuorku sem að steinin býr yfir þegar hann er hérna uppi. Og eftir því sem að steinin er hærra uppi, þá þurfti meiri vinnu til þess að lyfta honum þangað, og þá býr hann yfir meiri stöðuorku. Hann býr sem sagt yfir meiri stöðuorku vegna stöðu sinnar eftir því sem hann er hærra uppi. Ef steinin myndi svo detta hérna niður, þá umbreytist þessi stöðuorka yfir í hreyfiorku. Og þetta köllum við aflfræðilega orku, þetta samband á milli stöðuorkunar og hreyfiorkunar. Afl er hver hratt við vinnum vinnu. Ef við værum með 2 bókastafla og myndum lyfta þeim upp á borð, þá skiptir engu máli hvort við tökum einu og eina bók í einu eða allar bækurnar í einu. Þetta er sama vinn, því að við erum að flytja sama kraftin upp með sömu vegalengd. En ef þetta var eitthvað þungt sem við gætum ekki tekið um 1 og 1 í einu, þá er þetta samt sama vinna, en til þess að geta tekið all í einu, þá þurfum við meira afl, vegna þess að við erum að gera þetta hraðar. Það er auðvelt fyrir okkur að hugsa um afl í sambandi við bíla. Hérna sjáum við smábíl sem er ekki mjög aflmikill og svo kapastusbíl sem er mjög aflmikill. Báðir þessi bílar geta tæknilega séð keyrt sömu vegalengdina, en af því þessi bíl býr yfir meira afli, þá getur hann gert það hraðar. Og það er það sem að afl snýst í raunum. Og afl er reiknað sem vinna deilt með tíma. Þannig með því að minnka tíman, þá stækkar talan, því eftir sem við deilum með minni tölu, þá stækkar talan, og öfugt að sjálfsögðu. En þá er þessu lokið.